Já, ég heiti Björn Logi Þórarinsson og það mér sönn ánægja að fá að kynna fyrir ykkur. Ég er taugalæknir á Landspítalanum, Háskólasjúkrahúsi, taugadeild. Sönn ánægja að kynna fyrir ykkur verkefni sem við höfum verið með á Landspítalanum í nýsköpun og öðruvísi nýjum vinnubrögðum, heilablóðfallsmeðferð. Og ef við förum aðeins yfir verkefni þá þetta í rauninni svona tvíþætt sem við höfum verið að gera. Við tókum upp nýtt verklag við móttöku og meðferð sjúklinga með brátt heilaslag sem kom á Landspítalann til móttöku og meðferðar og það tók gildi 3. október og svo hins vegar hinn hlutin af þessu innleiðinga á svokallari segabrottnámsmeðferð við blóðþurrarslögum sem við hófst núna formlega 9. janúar. Þessi tvö verkefni eru alveg nátengd og órjúfanleg og þetta var svona heildar umbætur sem við vorum að gera á Landspítalanum. Aðeins til þess að kynna fyrir ykkur að blóðþurrarslag þegar það verður skyndileg stífla í slagað sem nærir ákveðið svæði í heilanum og ef blóðflæðið stöðvast þá verður skaði á æðinni. Það mjög mikilvægt að blóðflæði komist sem fyrst á að nýju, að blóðflæði stöðvist ekki lengi. Við getum ímyndað okkur að blóðflæði stoppar í stutta stund og opnast aftur, þá verður engin skaði. Ef við höfum það kannski stoppar í klukkutíma, þá verður skaði svona í innsta svæðinu og ysta svæðið bjargað, en ef það stendur mjög lengi, þá verður skaði í öllu svæðinu sem æði nærir. Þannig að enduropnun æðar gríðarlega mikilvæg. Og það hægt að gera það með tvennu móti. Það hægt að gera það með því að gefa svokallega segaleysandi meðferð í æð, lyf sem leysir upp blóðtappann og svo hins vegar hægt að gera það með svokallari þræðingu, segabrottnámsmeðferð, þar sem blóðtappinn sóttur út. Af báðum meðferðum árangur mjög tengdur því hversu fljótt meðferð veitt. Það sem var á Landspítalanum og við vildum laga var það að við stóðum nágrannalöndum okkar að baki cirka 8 til 10 ár í bráðri meðferð við heilaslögum. Og varðandi segaleysandi meðferðina, þá vorum við með verklag frá 2010 í gildi og á sínum tíma hafði það heldur ekki alveg verið í takt við tilmæli þess tíma. Þannig að við vorum ekki með verklag sem var gott og við vorum of hæg að meðhöndla. Við vorum helmingi hægar að meðhöndla heldur nágrannalöndin okkar. Þannig að hjá okkur liðu að meðaltali allt upp í 70-80 mínútur frá því sjúklingur kom á bráðamóttöku þar til hann fékk segaleysandi meðferð. Á meðan í nágrannalöndunum var þetta 40 mínútur og það voru of fáir sem við vorum að meðhöndla. Við vorum að meðhöndla einungis þriðjung af því sem nágrannalöndin okkar að ná að meðhöndla. Og auk þess sem við vorum ekki að veita segabrottnámsmeðferð og segabrottnámsmeðferð sú meðferð sem gagnast helst þeim sem eru með alvarlegust og stærstu heilaslögin. Og með þeim afleiðingum sem þið sjáið þarna að á einu ári fengu til dæmis þessa 2 einstaklinga inn sem voru í blóma lífsins áttu mörg ár eftir á vinnumarkaði og með þessari afleiðingu. Það sem dökka svæðið drep í heila. Við höfðum alveg skýra sýn og við vildum bæta meðferð og horfur sjúklinga. Það var það sem við vildum gera. Og við vildum gera með þeirri aðferð að búa til nýtt verklag við móttöku og meðferð sjúklinga með brátt heilaslag sem myndi stytta tímann frá upphafi blóðþurrarslags að gjöf segaleysandi meðferðar og við vildum hefja segabrottnámsmeðferð á Íslandi alveg eins og í nágrannalöndum okkar. Umfang verkefnisins var gríðarstórt. Til þess að vera í svona móttöku og meðferð þá þarf 5 sjálfstæðar einingar og það þurf margar stéttir heilbrigðisstarfsfólks. Þetta utanspítalaþjónustan, þetta bráðamóttakan, þetta röntgendeild, þetta taugalækningadeild og þetta gjörgæsludeild Landspítalans. Auk þess sem að þetta eru sjúkraflutningamenn, þetta eru sérfræðilæknar, deildarlæknar, hjúkrunarfræðingar, ritarar, geislafræðingar og fleiri. Og það sem við vildum gera var að við höfum þá sýn að vera með mjög framsæki verklag. Við ákváðum þá, fyrst við ætluðum að gera þetta eins vel eins og hægt væri, að við vildum ekki gefa nágrannalöndunum neitt eftir. Þannig að þetta yrði gríðarleg breyting og við vildum fela í verklagi öll nýleg tilmæli amerísku hjarta- og slagsamtakana lykilþætti vandaðra vinnubragða, auk þess sem við litum líka til Evrópu og þeirra samtaka þar og tókum allt þar inn. Og vildum líka fella inn öll gæðatilmæli sem segabrottnámsmeðferð krefst af móttökuverklagi. Og þess ber að geta segabrottnámsmeðferð mjög sérhæfð meðferð og einungis einn læknir á Íslandi sem hefur
faglega kunnáttu til að gera það. Áskoranir voru miklar því að utanspítalaþjónustan, það mátti mikið laga þar til að þau þekktu slag og kynnu rétt viðbrögð. Það var ekki bráður forgangur alltaf þó fólk fengi slag. Það var vantraust á milli bráðamóttöku og taugadeildar sem var töluvert mikið og var löng saga sem ég fer ekki í hér, og það var skortur á hjúkrunarfræðingum, alvarlegur skortur á taugalækningadeild. Það hefði verið erfitt þar og margir höfðu sagt upp og undirmönnun. Og hjúkrunarfræðingar taugadeildar höfðu ekki kunnáttu í móttöku, meðferð og vöktun eftir að maður gaf segaleysandi meðferð og heldur hafði gjörgæslan gert það. En í nýjustu tilmælum eiga taugahjúkrunarfræðingar að vakta svona. Þannig að það þurfti að brúa það líka. Og auk þess sem sérþekking lækna var ábótavant. Við það að vera með svona gamalt verklag að þá höfðu læknar á Landspítalanum, taugalæknar, ekki unnið í rauninni í mjög nútímalegri og ágengri heilablóðfallsmeðferð. Og taugadeildin var ekki heldur vön sköpun á verkferlum og það hefði verið komið fram í skýrslu landlæknis. Og auk þess sem fjárframlög, mannafli, tími, fleira. Þannig að þetta var stórt, þetta var mikið að fara að leggja út í þetta og maður sá ekki alveg fyrir endan á þessu, en í rauninni höfðu ekkert val því að óbreytt ástand var ekki valkostur sem hægt var að búa við. Og þetta eru myndir af þeim afleiðingum sem heilablóðfall veldur og þetta held ég að hver einasti einstaklingur hér í salnum þekkir eitthvað sem hefur lent illa í því. Og þegar heilinn skaðast þá vitum við það að lífið verður aldrei eins. Hvernig fórum við að þessu? Þetta þurftum við svolítið að hugsa. Aðferðin var svo að við ákváðum að fara eftir öllum gæðatilmælum og við ætlum að hafa þetta staðfært verklag. Við gátum ekki tekið verklag erlendis frá við aðrar aðstæður og bara kópera það. Við þurftum að hugsa út okkar aðstæður á Íslandi, veikleika, styrkleika og ná þessu markmiðum við okkar aðstæður. Við þurftum að undirbúa jarðveginn, það var í langa tíma sem við þurftum, eða nokkuð tíma, ekki langa tíma, nokkuð tíma sem við þurftum að ræða heilablóðfallsmeðferð á bráðamóttökunum, við sjúkraflutningamenn, við læknanema, við aðra sérfræðinga, við röntgendeildina og hægt og rólega að skapa svona að allir skynjuðu það að það þyrfti að eiga sér stað mikla breytingar og óbreytt ástand væri óásættanlegt. Og við auk þess gerðum heilsuhagfræði útreikning á segabrotnarsmeðferð hversu ábatasöm hún var, því að hún hefur komið út að vera mjög ábatasöm. Til dæmis ef maður meðal 30 tilfelli þá sparar maður umfram kostnað 300 milljónir sem ríkið sparar eða samfélagið sparar og það er mjög varlega reiknað. Það er mjög varlega, líklega meira. Og vel heppnuð segabrotnarsmeðferð skilar í kassan 40-50 milljónum, bara ein manneskja og tekur kannski klukkutíma. Við þurftum að finna bandamenn og lykilpersonur út allt til að halda í þetta verkefni. Og þetta var lítill framkvæmda hópur sem stillti sig saman. Við vorum örfá mannskjur sem stilltum okkur saman, gerum okkur greið fyrir hvernig við ætlum að fara og mjög náin samvinna á þessari leið. Og sá sem leiddi það var verkefnastjóri, því að það getur ekki einhver einn komið af einni deild og leitt svona verkefni sem fjallar aðrar deildir. Það gengur ekki að vera verkefnastjóri yfir sem hefur umboð yfir öllum deildum. Og svo bjuggum við til að við komum saman hóp eða verkefnastofu þar sem að 16-20 manns komu saman frá öllum hlutaðeigandi deildum úr öllum stéttum og í rauninni eftir umræðu og undirbúning teiknaði upp ferlið eins og það myndi gróflega líta út. En svo var minni hópur sem vann hvert einstakt atriði nánar og við bundum þetta allt í gæðaskjöl. Við bundum verklagið alveg niður í details þannig að hlutverk hvers og eins var mjög nákvæmt skilgreint í gæðaskjöl en þau voru einungis til þess að endurskoða því að við tókum svo og gerum endurteknar æfingar á móttökunni, meðferðinni, hvernig allir unnu saman. Og það var svona hlutir eins og bara samspil geislafræðings, hjúkrunarfræðings bráðamóttöku sem þurfti að fínslípa til og breyti gæðaskjölunum. Þannig að við breyttum gæðaskjölunum og svo að lokum tókum við af skarið og verklagið tók gildi 3. október og síðastliðinn. Strax vorum við með tilbúin rýnihóp sem að tekur öll
tilfelli sem koma inn eftir þennan tíma, skoðar þau, sér hvort farið eftir verklaginu og sérstaklega með það fyrir huga hvort að við getum ekki breytt verklaginu, hvort það sé ekki einhverju þætti sem við getum breytt, getum menntað ákveðin hóp betur eða tekið á vanda, samskiptum og alls í sluti. Það margar kríteríur, margir gæðavísar sem við fylgjumst með. Og svo núna 9. janúar þá hófum við sigabrottnáms meðferð formlega á Landspítalanum og fyrst í dagvinnu vegna þess að við byggjum bara einum manni en mjög fljótt stefnum við að því að vera með allan sólarhringinn og þurfum að leita leiða hvernig við getum þjálfað upp mannskap, fleiri til að geta gert þetta og byggt þessa þjónustu allan tíma sólarhringsins. Og svo erum við að endurskoða núna verklagi, heildarverklagi, báða hluti núna í janúar. Og hvernig við gengið, verklagið, við áttuðum okkur strax á því að verklagið var mjög framsækið þegar við fórum að fylgjast með hvað var. Mjög samstilltur hópur og mikill áhugi meðal sérstaklega þeir sem hafa staðið sig best eru hjúkrunarfræðingar taugadeildar, þeir sem voru mest með undirmönnun að þeir hafa staðið sig gríðarlega vel í þessu og hefur skapað mjög góðan starfsanda og svoleiðis. Mjög samstilltur hópur allra, einhugur gæði og vanda verklag og standa sig vel. Og með siðalesandi meðferðina bara á þessum 4 mánuðum þá hefur líklega náð nágrannalöndum í hraða. Þetta eru náttúrulega ekki það mörg tilfelli að við getum verið með reikningsfræðilega nákvæmni með algjöru vissu en mér sýnist að vera 40 mínútur núna og á þeim tilfellum sem við höfum rýnt og fjöldi sem fær siðalesandi meðferð hefur nánast tvöfaldast á þessum stutta tíma. Þannig að nýtt verklag, endurbætt verklag, færir fleiri sjúklinga til meðferða, það er bara það. Og sigabrottnámsmeðferð var veitt 29. des með mjög góðum árangri og myndin sem þið sjáið þarna er af kollega minnum Vilhjálmi, geislafræðingur sem er aðstofan til hægri, sést nú ekki á myndinni, en þetta var stórt teymi og gekk gríðarlega vel og árangurinn stórkostlegur og bara þessi aðgerð sem tók ca. 35 mínútur hefur líklega sparað samfélaginu 40–50 milljónir auk þessum einstaklingurinn náttúrulega framundan mjög innihaldsríkt og gæfusamt líf í staðinn fyrir að maður þurfa að hugsa dagvistun og slíka hluti og reyna að halda honum heima með því að aðstoða fjölskylduna með ýmsum úrræðum. En það sem skiptir máli er aðalega það að leið og maður byrjar að gera þetta þá verður maður að sækja lengra. Þannig að það bætast bara við verkefni leið og maður gerir eitt. Og það er stóra spurningin þessi og hún er mjög mikilvæg. Hvað með landsbyggðina? Við búum öll í þessu landi og við að hafa sömu heilbrigðisþjónustu og við verðum að leggja áherslu á það að hjálpa eða ekki að hjálpa heldur að vinna með sjúkrahúsunum út á landi að vera með gott verklag við móttöku og meðferð og flutninga sjúklingu til Reykjavíkur í meðferð líka. Við þurfum að byggja upp sigabrottnámsmeðferðina. Þetta er viðkvæð meðferð, reist á einu manni. Það er gríðarlega mikilvægt að hann skynji stuðning, hann þarf endurmenntun, það þarf að fá kollega til samstarfs við hann og slíkt. Og þetta er ekki gert bara án þess að það fylgir til dæmis fjármagn, það fylgir því að hann fái tilheyrandi endurmenntun og stuðning og fleira. Og þetta býður heim líka því að við getum rannsakað miklu meira gæði meðferð á Íslandi því að við erum farin að fylgjast mjög vel með gæðavísum og þetta vekur líka þá spurningu hvort að við á Íslandi eigum ekki að vera eins og öll Norðurlandi með gæðaskrá sjúklingar sem fá slag, gæði meðferðar, hvað verður það og fleira því að þannig getum við fundið mjög fljótt hvar við megum bæta okkur í meðferð. Við höfum enga gæðaskrá, við vitum ekkert hvort slagsjúklingar sem eru á Austurlandi reiðir verra af heldur en í Reykjavík. Við höfum ekki fingurnar því við höfum ekki einfallega slagskrá og það sem maður fylgist ekki með, það finnum maður ekki. Við þurfum líka að byggja upp sterka taugadeild og það er mjög mikilvægt og það held ég gerist bara af sjálfu sér og haldi bara áfram. Mjög gott er líka allir vinna saman og til dæmis að samstarf á milli deilda hefur lagast mjög mikið þegar allir eru að vinna að sameiginlegu markmiði í þágu sjúklingsins, þegar múrar eru brotnir niður. Og auk þess eitt allra mikilvægasta er að vera með herferð á Íslandi rétt einkenni og rétt viðbrögð við slagi. Það eru allt of margir sjúklingar sem koma á eigin bíl
tafir verði meðferð, missa meðferð og reiðir verra af vegna þess að þeir vita bara ekki, þekki ekki einkenni slags og bregðast ekki rétt við því. Þetta mjög mikilvægt, sérstaklega þegar við erum nú komið með betri meðferð. Nokkri punktar sem að mér finnst að maður hafi lært af þessu, það í fyrsta lagi það að ef maður tekur að sér svona eitthvað verkefni og maður ekki yfirlæknir, að þá þarf maður að hafa mjög skýrt umboð stjórnenda og það þarf að vera skipun verkefnastjóra ef að það eru ólíkar deildir sem eru að vinna saman. Það þarf að vera mjög góð samvinna þeirra sem vinna að svona verkefni við yfirmenn, stjórn og verkefnastjóra og það hefur verið hjá okkur. Og maður þarf að eiga bandamenn á mjög mörgum stöðum þegar maður er með verklag sem að í rauninni gjörbreytir öllum vinnubrögðum svona 5 deilda. Og sumir samstarfsmenn og millistjórnir spila ekki alltaf með, það er bara staðreynd og nokkrir. Og maður þarf þá að hafa áætlun og maður má ekki bara verða brjálaður, maður þarf að setjast og anda djúpt og hugsa plan, hvernig maður tæklar þennan hlut og satt best að segja stundum er þetta jákvætt vegna þess að þetta getur leitt til þess að maður hugsar þetta betur út og undirbyggir þetta ef maður ætti að nota það orð betur og tryggir betur ákveðna hluti. Maður þarf að hafa lifandi gæðaskjöl, maður þarf að hafa verkferla á hreinu og maður þarf að hafa æfingar og maður þarf að hafa góðan stuðning yfirmanna. Það er ekki auðvelt að leiða svona breytingu fram. Það sem að kannski er það að svigrúm og tími er ekki alltaf til staðar. Þannig að til dæmis að ég hef verið að vinna þessu þá hefur ekkert verið dregið úr öðrum skyldum mínum sem sérfræðilæknis á Landspítalanum. Ég hef haldið áfram að gera allt það sem aðrir hafa gert og þetta hefur lagst ofan á. Þannig að þessi vinn er unnin mest á bilnum frá 12 til 2 á næturnar og það er eitthvað sem að mætti hugsa með þetta. Þannig að svona breytingar eru ekki auðveldar en árangurinn getur verið ótrúlegur þegar góður hópur skapast og markmiðin eru skýr og aðferðirnar eru réttar held ég. Takk fyrir mig.